Góðan daginn, seinni tíða nörd norðsins. Fyrir stuttu síðan kom út ný stýripinni fyrir PlayStation 5 leikjavél Sony og við ákveðum nördinum að þess að kíkja nánar á hann. Hvernig er svo þessi fjastring? Það er góð spurning. Með við hvernig hefðbundin DualSense pinni sem lítur svona út, þá er þessi svona meira fyrir þá sem vilja fá betri stjórn á leikjunum sínum og hvernig spila mínum að þetta. Svona meira svona keppnis, meira svona metnaður keppni í spilun. Það er hægt að stilla fjastringuna, pinnana og annað eftir sinni einu höfði og skiptir það miklu máli þegar snögg viðbrögð og tími getur skipta öll á milli sigurs og ósigurs. Það sem helsta DualSense yfir venjulegan DualSense pinna er að það er hægt að stilla hver langt triggerarnir, sem sagt þessi takkar, hver langt þeir fara inn til dæmis. Ég sýningur þetta með pinnanum sjálfum. Þetta er sem sagt DualSense 5 pinnin og það eru takkar hérna aftan á sem er hægt að ýta niður og þar af leiðandi stilla hver langt pinnum fyrir inn sem munar alltaf mikið um. Einnig er þetta að stilla hver mikið víbringurinn er, hvernig pinnarnir hafa sér og að ekki vera með mismunandi prófíla eftir stillingu fyrir vissa leiki og hoppa auðvitað milli þeirra með því að halda inn í þessum hinnataka, FN-takanum og það sem kallar upp litla valmynd á skjáinn og það er auðvitað að hoppa á milli fyrir vikið. DualSense pinnin kostar hér á landi sem sagt 40.000 krónur og fyrir það færðu fjastringuna, tösku, 2,8 metra langa hleðslusnúru, litla festingu sem getur sett framan á snúruna til þess að læsa henni við fjastringuna, þannig að minnka líkurnar á því að hún losni ekkert úr í miðjum klefum. Einnig er í boði mismunandi hattar til þess að setja á fjastringuna og eru þið misháir og eru með mismunandi grip, þannig að það er hægt að víxla út og eftir hvað mann líkar í hvert eitt skipti. Það er mjög auðvelt að taka það út, þeir bara bókstaflega smella af fjastringunni og auðvelt er að smella þeim aftur á. Function-takarnir, FN-takarnir eru tveir hérna framan en þú þarft reynilega bara eitt sem er svolítið skondið. Eitt hluti sem ég líkar rosalega vel við fjastringuna er að bakið er með betri svona gripi, það er öðruvísi gúmmi á pinnanum en er á venjulega fjastringu og hjálpar það svolítið svona til upp á lengri spilun að hún renni ekki til í hendunum á þér. Þannig að þú ert í miðjum Warzone-leik eða einhver öðru þá ert ekki að lenda í því að allt var úrskeiðis. Hann Bjarki hjá nördinum tók sjálfur fyrir DualSense pinnuna á sín tíma þegar PlayStation 5 kom út og það gerði rosalega góða og ítarlega umfjöllun hvað er í boði og við mælum endilega með einhver að kíkja á það á heimasíðunni okkar nerdnorðsins.is. Þá getið þið séð alla hluti sem grunnstýripinnin gerir og DualSense Edge gerir líka og átt ykkur á svona pínu munun á milli. Ég myndi segja DualSense er mínum að þetta besta fjastring sem Sony hefur búið til og það er pínu svekkjandi að rafhlaðan hefur ekkert verið bætt í Edge og hún aðeins tæknilega lakari enn í venjulegum DualSense. Þannig að þetta er svona pínu klikk finnst mér að Sony að þeir mistu svona tækifærinu til þess að gera batterið ennþá betra og gera þennan pakka enn söluverðinnar að mínu mati. Þeir sambera auglýsir Microsoft fyrir Elite Controller Elite 2 fjastringuna sína 40 tíma spilun. Venjulega DualSense á endast í 10-12 tíma og þessi endast eitthvað aðeins minna. Þetta er svona stæðsti hluturinn sem ég finnst að fjastringuna að mínu mati. Ég spilaði ekki ýmsa leiki á PlayStation 5, bæði að PlayStation 5 leiki og síðan PlayStation 4 leiki. Rúleikinn Dead Space, Forspoken, Football Manager 2023 sem klárlega eitthvað sem þú þarft glæni á dýri fjastringu fyrir.
en hverju sem ég var í það var mjög þægilegt. Ég notaði sérstaklega í Dead Space og Forspoken út að þú ert með þess að 2 takka hérna aftara, þá notaði ég þá svolítið til þess að vera með vissa takka til þess að auðvelda mér að vera í leikjunum. Þannig að eins og í Forspoken þá notaði ég einn takkan fyrir hringinn og einn til að hoppa. Og þá gerði það verkum ég þurfti ekki verið að hreyfa fingurnar eins mikið af analogpinnunum og gat þar að leiðandi stjórna miklu betur sem sagt hvert ég var að hreyfa og þurfti ekki verið að færa takkan af. Þetta eitthvað sem getur verið rosalega pirrandi. Ég tók líka eftir þessu þegar ég spilaði Elden Ring á sín tíma að í þeim leik ertu að nota sem sagt hringinn til þess að hlaupa og stundum þarftu mjög nákvæma myndavélar stjórn þegar þú ert að fylgjast með umhverfinu. Þá var þetta óþægilegt að þurfa alltaf að vera með svona klóar stillingu á fjastringunni þegar þú ert að reyna að sem sagt, já svona, þú ert að reyna að sem sagt vera með bæði analogpinnana og hringinn á sama tíma og þetta var orðið mjög sárt oft að spila. Þannig að mjög þægilegt að geta sett stjórnum þess að taka á niður. Og ég aðeins búin að vera að kíkja á nýja Harry Potter, fyrir ekki, Hogwarts leikinn sem er að koma út núna í þessari viku. Og ég hef verið með þetta að pröfa áfram að setja vissa stjórnun á neðri takkana þar. Þannig að ég geti svona meira fókusað á aðra spilin. Maður spyr sig fyrir hvern er þessi fjastring? Þetta svolítið, við stýra ekki dýr, ég menna, það kostar 40 skall, þetta er ekkit venjulega DualSense á 13-14 skall, svo getur geft næst í 3 fyrir sama verð, svo þetta er svona spursmál fyrir ég myndi segja fyrir venjulega leikspilar þá er DualSense venjulega pinni örugglega meira en nóg sem þurfið og þið finnið örugglega litla þörf fyrir að nota eitthvað annað, en fyrir þá sem gera meira kröfur og vilja meiri sem sagt, stjórnun á hvernig fjastringin haga sér, að geta breytt takkunum miklu meira ásamt að vera með aukatakka, þá er Edge rosalega góður og þéttur pakki til viðbótar á PlayStation 5 og ég myndi hygglust skoða hann nánar og sjá hvort þessi pinni hendar fyrir ykkur og það er margt gott við hann og helst eins og ég segi smá mínus, hann mætti vera þessu ódýrari út af hann ekki kannski að bjóða eins mikið upp á og maður myndi vilja fyrir þennan pening, en öðru leyti þetta frábær fjastring, hún liggur rosalega vel í hendi, ég mjög hrifinn af breytingunum á henni með velju fjastringu, sérstaklega eins og líka það eru svona upphleypt gúmmi hérna á axlatakkunum núna, ég gera verkum að þú liggur betur í hendinni einhvern veginn, ég finnst ekki bara lítarsamsetningi flott, ég að fíla þetta sem sagt svarta og hvíta. Að auki síðan annar hlutur sem gerir reynda pinnan mjög spennandi, kannski betra að taka fram í lokin, að þú getur tekið analogpinnana úr fjastringur þegar auðvitað og skipt þeim út og það er hægt að kaupa nýja pinna hjá Sony og vonandi verður þetta fáanlegt hér á landi áður en langt líður. Þannig ef einn pinnin bilar þá ertu ekki með ónýta fjastringu og getur auðvitað svissað honum út og haldi áfram að nota fjastringuna. Það er mjög auðvelt að opna hana, það er bara lítill takki hér á neðan sem notar einhver flatt og mjótt þess að nota, þá smellur þetta hérna upp og það er hægt að lyfta upp einum litlum svona lever og þá getur þú tekið pinnana úr mjög auðvitað og skipta þeim út. Þannig að þetta er mjög þægileg leið til þess að auka líftíma fjastringarnar og þannig að þú lendir í því ef einn virkar ekki almennilega eða eitthvað svoleiðis. Þetta er eina mínum að þetta er eina skemmtilegustu viðbótin. Mér finnst kannski eina líka að það mætti vera þannig að viðmótið, sem sagt Sony er búin að uppfæra stillinga forritið í PlayStation 5-vélinni, að það er pínusvekkjandi að eina leiðin til að fá allt þetta
svona ákveðna aðgengi að þú þarft með DualSense Edge pinnan að geta ekki stillt pínu hvernig analogpinnarnir haga sér á venjulegum DualSense pinna er pínu svekkjandi. Það væri svolítið næs að geta aðeins haft áhrif á það líka, en kannski opna Sony fyrir þetta síðan meir. En allt í allt DualSense Edge virkilega þægilegu pinni, skemmtileg viðbót við PlayStation 5 og þó hann sé ekki fyrir alla, markkópurinn sem hann stílar á ætti að fá slatta úr honum og er þeir sæmilega þessu virði myndi ég setja kíkina hann á. Endilega kíkið á nánar umfjöllun þetta og annað á heimasíðunni okkar nerdnordsins.is og ég segi bara takk fyrir mig í bili, þakka Senu fyrir að senda okkur eintak til þess að kíkja á og bless í bili.